Komið sæl og verið velkomin enn eina ferðina í enska málfræði með Ödda. Næst það sögnin to have. Enska sögnin to have þýðir að hafa eða eiga. Í nútíðinni eru tvær myndir af sögninni. Þriðju persónu eintölumyndin has og hún semst notuð með orðum eins og he, she, it og nöfnum og stöðum. Have notað í öllum öðrum persónum. Skulum sjá dæmi. Þriðja persónu eintala setning he has a cold. Í fyrstu persónu eintölu I have an old bike, ég á gamalt hjól. Og í þriðju persónu fleirtölu they have a grey car. Mjög algengt að stytta sögnina to have, sérstaklega ef hún stendur með persónufornöfnum. Úrfellingamerki -e stytting á have og úrfellingamerki s stytting á has. Dæmi. I've got a tortoise. I've þá stytting á I have. She's got an issue with me. Þarna sjáum við styttingu á she has. Það nú svo yndislegt við sögnina to have að þátíðarmyndin einungis ein, bara had, sama í hvaða persónu við erum að tala eða skrifa. Dæmi. The whole family had a great holiday. Þarna erum við í þriðju persónu fleirtölu. I had loads of fun until the last day. Þarna erum við í fyrstu persónu eintölu. Alltaf bara had í þátíð. Þá komið að the bottom line. To have þýðir að hafa eða eiga. Hún hefur tvær myndir í nútíð, has í þriðju persónu eintölu, have í öðrum persónum. Hún hefur einungis eina mynd í þátíð. Takk fyrir að horfa á enska málfræði með Ödda. Þangað til næst.